Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Baldvin Jónsson, og talar af hálfu hreyfingarinnar. Frú forseti, kæru landsmenn, það með trega í hjarta að ég stend hér í kvöld og flyt mína fyrstu tölu á Alþingi Íslendinga. Ég á mér þann draum að Alþingi geti orðið þjóðinni aftur stofnun þess verðu að litið sér til hennar með virðingu. Svo svo sannarlega ekki raunin í kvöld. Í stað þess að standa hér með stolti, hálf skammast ég mín fyrir stöðuna sem hér ríkir. Alþingi situr algerlega fast í skítlegu eðli pólitíkur, sérhagsmunapots og skotgrafarhernaðar á sama tíma og stórum hluta þjóðarinnar blæðir út á allsnægtarborði fjármagnseigenda. Varðhundar valdsins, eins og Vilmundur Gylfason orðaði það svo ágætlega, lifa enn góðu lífi og fitna eins og púkin á fjósbitanum á kostnað almennings. Á kostnað fjölskyldna sem allt hafa mist á sama tíma og vinir valdsins og fjármagnsins fá þúsundir milljóna afskrifaðar hjá Ríkisbankanum og Landsbanka Íslands. Við erum hér í kvöld eins og föst í dramatískri endurgerð af ævintýrinu nýju fötin keisarans. Hér fyrir utan húsið stendur mannfjöldinn og bendir okkur á augljósa nekt þingsins, nekt sem öllum má vera ljós, en á sama tíma situr þingheimur hér inni og ræður framtíðarsýn og virðingu. Afneitunin alger og Alþingi Íslendinga virðist með öllu vanhæft til þess að gera upp afleiðingar hrunsins sem hér varð, vanhæft til þess að snúa vörn í sókn með hagsmuni fólksins í fararbroddi. Samkvæmt nýjum tölum úr skoðanakönnunum nýtur þingið nú aðeins mikils trausts hjá 10% þjóðarinnar. 10%. Virðingu þarf að ávinna sér. Það ekki nóg að tala bara hana endalaust í þeirri von að traust þjóðarinnar til þingsins verði þannig endurreist. Hversu lengi á meðvirknin og afneitunin að vara? Hversu lengi ætlar þingið að reyna að halda því blákant framan í blæðandi þjóðina að lausnir fjármagnseigenda til að hámarka arð sinn séu okkur öllum til góðs? Ég tók þátt í nýju framboði í búsáhaldabyltingunni vegna þess að ég gat ekki setið þögull heima lengur. Vegna þess að ég óli brjósti mér þann draum að hér væri hægt að koma aftur á raunverulegri þrískiptingu valdsins og draga verulega úr spillingu. Vegna þess að ég á mér draum að hér verði komið á verulegum lýðræðisumbótum með stór auknum möguleikum á aðkomu fólksins að ákvörðunum. Lýðræðisumbótum í endurgerði stjórnarskrá fyrir Íslendinga, samin með hagsmuni okkar í huga og sýnum það samfélag sem við viljum skapa. Núverandi ríkisstjórn tók heilshugar undir flestar þær hugmyndir og lofaði stórkostlegum breytingum. Hvar eru þær breytingar nú? Hvað varð frumvarp til laga þjóðaratkvæði? Jú, það varð lögum framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvað varð frumvarp persónukjör þvert á flokka? Hvað verður niðurstöður ráðgefandi stjórnlagaþings? Hvaða varðhundar sérhagsmuna munu vera tilbúnir til þess að eyða 2 milljónum króna í framboð til stjórnlagaþings? Var ekki hugmyndin að fá sem víðtækasta þátttöku frá þjóðinni? Alþingi Íslendinga hefur sýnt með skýrum hætti vanhæfi sitt til að framfylgja vilja þjóðarinnar til breytinga, vanhæfi sitt til að minnka eigið vald og dreifa því til fólksins. Ríkisstjórnin og Alþingi eru rúin trausti þjóðarinnar og krafan kosningar hávær. Það augljóst að fólki sem slær taktinn hér fyrir utan húsið í kvöld kom ekki saman til að lýsa yfir stuðningi við ríkisstjórnina eða vinnubrögð Alþingis. Krafa fólksins skýr. Krafan að við snúum okkur að því að vinna sameiginlegum lausnum sem nýtast almenningi þvert á flokka gegn sérhagsmunum þeirra. Ég stend hér í kvöld með sorg í hjarta því ég get ekki séð að nein marktæk breyting til batnaðar hafa orðið frá síðustu kosningum. Að minnsta kosti ekki breyting sem hægt að þakka atvinnu stjórnmálamönnum fyrir, þær breytingar sem búið var að lofa þjóðinni urðu hjómið eitt. Já, nú staðan meiri segja svo að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn lýsir því yfir í fjölmiðlum að ekki verðum fleiri úrræði fyrir skuldara að ræða. Að nú sé komið að aukinni þátttöku fólksins sjálfs. Hver stjórnar eiginlega þessu landi? Já, krafan kosningar hávær, en ég óttast að kosningar breyti nákvæmlega engu fyrir almenning á landinu á meðan að nauðsynlegar lýðræðisumbætur hafi ekki orðið að veruleika. Kosningar í dag gerðu væntanlega lítið annað en að koma gömlum leikmönnum aftur inn á leikvöllinn
leikmönnum sem þegar hafa sýnt okkur algjört skilningsleysi sitt á leiknum og nauðsynlegri sókn. Það er ekki svo langt síðan það var skiptin á völlinn síðast og engra stórfenglegra breytinga varð vart. Við virðumst föst áfram í nákvæmlega sama leikskipulaginu. Hægri og vinstri, velferðarstjórn, þetta eru hugtök sem hafa lítið gildi í samfélagi þar sem að varðhundar valdsins og fjármagnsins stýra öllum. Í samfélagi þar sem að ríkir auðræði en ekki lýðræði. Krafan utanþingsstjórn sem var mjög hávær fyrir síðustu kosningar er nú komin á loft á ný. Krafan utanþingsstjórn er skýlaus yfirlýsing til ríkisstjórnarinnar og þingsins að atvinnupólitíkusum og varðhundum sérhagsmuna er ekki treyst til verksins. Það vandaða starf sem unnið var í rannsóknarnefndinni og birtist okkur í ítarlegri skýrslu sýnir okkur svo munar að enginn er tilbúinn til að horfast í augu við sekt sína, enginn. Þingmenn hreyfingarinnar bentu á það strax frá upphafi að þingið væri fyllilega vanhæft til þess að fjalla sjálft niðurstöður rannsóknarnefndarinnar og ákvarða hvort að ákæra skyldi vinnufélaga og samflokksmenn fyrir landsdómi. Það vanhæfi hefur nú opinberast okkur með skýrum hætti. Frú forseti, ef Alþingi Íslendinga ætlar áfram að takast á við nekt sína og vanhæfi með orðskrúð og afneitun, hef ég litla trú á því að dagar þessara ríkisstjórnar verði mikið fleiri. Ég vona bara að byltingin verði ekki blóðug.